Góðan daginn. Já, eins og Gauti kom að hérna áðan, þá ætla ég að fjalla það sem kallast samkeppnis- og nýsköpunaráætlun Evrópusambandsins, SIP-ið. Þetta er svona með þurrari fyrirlesturum sem fá örugglega hérna á ykkar ævi, en ég ætla að reyna að hafa þetta svona eins létt og skemmtilegt og hægt er með því að brosa inn á milli. En ég ætla sérst að fara yfir annars vegar opin umsóknarköll, það sem við köllum í rauninni, það sem er verið að kalla eftir, eða kannski lýst ákveðnu þema og verið að kalla eftir umsóknum í það kall. Og svo að lokum ætla ég að fara yfir útboð, call for tenders. Það er svona aftur á móti meira lokað ferli. Þannig að ég ætla að byrja á rauninni að fjalla rosa mikið af hverju glæru, en ég ætla að reyna að fara í gegnum þetta allt saman, og eins og Gauti kom að þá er hann ekki, ég hef svo stuttan tíma, þannig ég ætla að fara yfir að helsta sem er í boði, og rauninni fer ég yfir allt sem rauninni stendur til boði nema það sem er mjög sérhæft, eins og var ákveðin áætlun sem heitir Access to Finance og varðar til dæmis bara bankana, þannig að slíkar áætlanir er ekki að taka til, en þetta er svona það sem gætur hugsanlega varðað ykkur þau hér sem er hérna í salnum. Þetta semst er þessi Echo Innovation áætlun, vistvæn nýsköpun. Þetta er áætlun fyrir fyrirtæki eða aðila sem eru komnir á markaðsfærslustig. Það er að segja, eru með vöru, tækni, þjónustu eða framleiðsluaðferðir sem sýnt hefur verið fram á að virki, en það er ekki komið það langt að þessi komið notkun á markaðnum. Og þetta geta verið verkefni á sviði endurvinnslu. Það voru að tala endurvinnslu málma og slíkra hluta, vistvænna byggingarefna, matvæla og drykkjarframleiðslu. Þar til dæmis getum við verið að tala líka ýmsar pökkunaraðferðir, aðferðir sem spara vatnsnotkun og ýmislegt slíkt, grænna framleiðsluaðferða, vistvænna innkaupa og í tengslum við vatnsnotkun. Og þar erum við líka að tala betri nýtingu á vatninu, eitthvað sem varðar dreifingu á vatninu, sem var þá líka sparnað. Og já, en verkefni sem skulu miða því að minnka umhverfisáhrif eða betur bæta frammistöðu fyrirtæki í umhverfismálum. Það er svona yfirmarkmiðið. Þetta eru ekki rannsóknarverkefni, þannig að þetta er ekki FP7 verkefni, þetta er þveröfugt. Þetta er ekki grunnrannsóknir en eitt slíkt. Við erum að tala verkefni eða við erum að tala vörur sem eru komin þar langt að þeir nálgast markaðinn. Þannig að það verða að vera þróaðar, verða að vera framkvæmanlegar og einnig hagkvæmar til lengri tíma litið. Og hún styrkir semst markaðsaðgerðir og gerir fyrirtækjum kleift að koma nýskapandi og vistvænum vörum í fyrstu dreifingu og sölu og gera nauðsynlega breytingar til að aðlaga sig að markaðnum. Og til þess að hafa markaðsmöguleika þarf að vera auðvelt að endurgera eða replikata vöruna, fjöldaframleiða hana, og hún þarf að hafa víðtæka notkunarmöguleika, og það er kannski átt við það að þetta sé ekki það sérhæft að þetta nýtist bara í einu landi, heldur sé að nýta vöruna í fleiru en einu landi. Þetta er opið fyrir alla aðila, en lítil og meðalstór fyrirtæki hafa forgang. Þetta er fyrir stöndug fyrirtæki með næga fjármögnun, með því kannski átt við það að eins og kemur í ljós aðeins neðar, þá er 50% fjármögnun í þessu, þannig að fyrirtæki þarf náttúrulega að standa til því að ráða við þetta, vegna þess að þetta er bara hlutafjármagnað. Og það er nauðsynlegt að það sé líka fyrir hendi nægileg tækni og framkvæmdaleg hæfni. Og þessu þarf auðvitað að lýsa í umsókninni. Og það er ekki nauðsynlegt að vera í alþjóðlegu samstarfi. Fyrirtæki getur verið eitt og sér, en það er æskilegt að vera í alþjóðlegu samstarfi og það styrkir umsóknina. Næsti umsóknarfrestur verður núna í haust, væntanlega í september, það var 7. eða 9. september í fyrra, og það verður opnað núna fyrir umsókn núna í maí-júní. Budgetið fyrir þetta ár núna er 35 milljónir evra og það er 60.000 evrur max per verkefni, og eins og ég sagði áðan 50% fjármögnun, og verkefni getur verið til alltaf 30 mánaða. Og það er hægt að nota styrkféð til að fjármagna búnað og innviði, sem og efni, ferli, tækni og aðferðir í tengslu við verkefnið. Þannig að þetta er ólíkt mörgum öðrum
verkefnum þar sem ekki má fjárfesta í tækjum eða tólum eða slíku. Og það verður núna 8. maí, það verður það sem er kallað Echo Innovation European Info Day í Brussel og þar verður þessi áætlun kynnt og það má gera ráð fyrir að annarkvort verður þá væntanlega verður þá bara opnað alveg fyrir kalli núna og þá koma nánari lýsingar á öllum áhersluatriðum sem ég hef ekki í höndunum akkurat núna en þessi fundur verður sýndur á netinu, verður strímaður á netinu þannig að það er hægt að bara með því að googla Echo Innovation þá komist á heimasíðuna sérstök heimasíðu fyrir þetta verkefni eða þá bara með því að tala við mig það eru nafnspjöld þarna við hliðina á vassglössunum og endanum þarna þannig að ég geti tekið líka nafnspjald með ykkur á eftir og það sama gildur það ef ég kem núna inn á ykkur áætlanir eða opin köll sem ykkur finnst áhugaverð að nótir endilega bara niður nafnið á henni takja svo nafnspjald með ykkur og svo geti haft samband við mig í framhaldinu. Þetta eitt af þeim köllum sem opin núna umsóknarfrestur til 25. júní Sustainable Industry Low Carbon Scheme. Þetta styður aðgerðir sem gerir orkumfrekum atvinnugreinum kleift að takast á við áskoranir í tengslu við að draga úr kolefnismengum í framleiðsluferlinu en jafnframt viðhalda samkeppnishæfni þeirra. Og þessar atvinnugreinar sem koma til greina þurfa að falla undir European Union Emission Trading Scheme. Og þarna eru til dæmis, við erum að tala álver held ég sé að dettin á þessu ári inn í þetta líka flugfélög en þarna inni eru nú þegar aðilar eins og þeir sem eru að framleiða einhverja málma, það eru þarna mining, námufyrirtæki og aðra aðilar. Og rauninni ég taldi best að hafa þetta á ensku til þess að ná því að lýsa þetta almennilega. Það er verið að lýsa eftir sektor specific eða intersektor, þannig að annarkvort innan ákveðins geira bara, fyrirtæki innan ákveðins geira eða milli geira, industrial projects. Þannig að þetta er verið að leita til fyrirtæki, til iðnaðarins. Og hvert verkefni er stýrt af konsortium, af hópa fyrirtækjum og industrial stakeholders og hugsanlega í samstarfi við public eða private organizations. Og þetta er practical initiative og það identifies, develops and deploys both technical and non-technical innovation measures. Þannig að það er líka þessi non-technical vingill. Verkefni þurfa að hefjast eða miðað við að hefjast í nóvember í desember á þessu ári og séu 12 til 24 mánuðir og þarna eins og kemur fram per verkefni 950.000 eurur max, 75% fjármögnun sem er nokkuð gott og alltaf 20% má subkontrata. Þetta er annað verkefni, umsóknarfrestur 11. júlí, Transnational Low Season Exchanges in Social Tourism og þarna er markmið að styrkja samstarf opinberra ferðaþjónustuaðila og einkaaðila til að gera þeim kleift í framhaldinu að taka þátt í ferðaþjónustuverkefni sem snúast að auðvelda ferðalög aðila í Calypso markhópum milli landa og utan háannatíma, sem á low season tímabili. Og í þessum Calypso markhópum eru 4 hópar. Það eru aldraðir, æskulýður, fólk sem býr við fötlun og fjölskyldur með lágar tekjur. Þannig að þetta snýst semst það að mynda samstarf við milli, til dæmis við tæki bara Reykjavíkurborg og einhverja einkaaðila í tengslu við Reykjavíkurborg og þeir myndi samstarf það að koma þessum skiptum á þannig að getur komið aðilar erlendis frá til Íslands utan high season og þetta er þá miðað að þessum 4 aðilum, þessum 4 hópum sem ég nefndi áðan. Þetta miðað við þetta byrja í október-nóvember, vari í 11 mánuði og þarna per verkefni 150.000 eurur, 75% fjármögnun og það verða 3 til 4 verkefni styrkt. Síðan eru 2 köll, það er unni 3, eitt á næstu glæru, sem það er ekki búið að auglýsa þau, öll þessi undar voru auglýst, þannig að það liggur ekki fyrir nákvæmlega, að þessum tímapunkti hef ég ekki meiri upplýsingar en bara heldur en akkurat það sem kemur fram þarna. Ég hef tiltölulega litlar upplýsingar, en ég hef þó upplýsingar sem ég ætla að veita ykkur það að til dæmis í þessu fyrsta, þetta Network of Echo Innovative Financiers, það snýst að koma á fót evrópsku neti fjárfesta í grænni tækni til að virkja þá og bregðast við þörfum þeirra
með tillit til stefnumótunar, policy making, til að hraða fjárfestingu og auka fjármögnun í boði í þessum geira. Það verður opnað fyrir umsóknir í maí, júní og heildin budgetið 2 milljónir evra og 95% fjármögnun. Svo þarna annað sem support to and promotion of transnational thematic tourism products. Þetta á að styðja aukningu og kynningu á fjölþjóðlegum thematískum ferðaþjónustuvörum og stuðla þannig á þróun og eflingu sjálfbæra ferðaþjónustur í Evrópu. Og það sem áttið með því, og ég hef það aftur á ensku vegna það lýsir best því sem óskað eftir, þá verið að tala routes, itineraries, trails, either physical or virtual, focused on thematic aspects. Og þarna nokkuð dæmi. These could include cultural heritage itineraries, cycling routes, protected natural sites, health and well-being, wine and food, historical sport tourism, agri-tourism, rural tourism. Og svo voru fleiri dæmi. Og þarna eins og rauninni í kallinu áðan, þarna fókusur í ferðaþjónustu kallinu hinnu, þarna fókusur á samstarf milli lítill og meðalstórra fyrirtækja og local authorities. Þarna í heildina budgetið 1250.000 evrur og 75% fjármögnun. Síðan annað kall sem núna fljótlega á leiðinni, promotion of corporate social responsibility, og þetta í tengslu við samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, og það tvö köll þar undir og bæði verða opnun í maí, júní og annar varir í 24 mánuði og hitt í 12 eins og sjáið, 75% fjármögnun í báðum tilvikum. Og í fyrra tilvikinu þá verið að tala svona sektor platforms, plattform í geira sem skoðar þessa samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, og eins og segir þarna, þetta gerir fyrirtækjum og stakeholders kleift að ræða saman þessar áskoranir sem varða þetta svið og auðvelda rauninni ákvarðanatöku og einhvers konar framkvæmd í framhaldinu sem eins og stendur þarna, give greater visibility to the CRS commitments of enterprises. Hitt svo að rauninni styrkja support for national CRS award schemes, þannig að rauninni þetta styrkir það að í þeir löndum sem fá þennan styrk að það séu sett af stað þessi award program. Þannig að eins og ég segi, ég ætla að lesa bara á enskunni, to raise awareness of good practice in the field of CRS and identify national award winners to participate in proposed EU-wide award scheme. Og svo co-funda þetta national award scheme. Síðan að lokum ég með rauninni útboð, og þetta eru 5 útboð eins og við sjáið. Fyrsta og efsta útboðið rauninni útboð sem búið að opna, og það rennur út útboðsfrestur 29. júní, og það Erasmus fyrir unga frumkvöðla, Erasmus for Young Entrepreneurs. Þetta rauninni fyrir stofnanir eða aðila sem geta tekið þátt í sér að vera milligöngu aðili í verkefninu. Það að segja svona national contact point fyrir áætlunina. Og þarna semst 450.000 evrur max per umsókn. En rétt að nefna kannski að umsóknarfrestur til að taka þátt í sjálfur áætlunu sem einstaklingar eða fyrirtæki, hann rennur út 31. maí. Þannig ef við áhuga á þessu þá ættu það að hafa samband við mig. Þetta er mjög sniðugt upp á það að gera fá reynslu kannski erlendis frá, einhvern aðila sem kemur til fyrirtæki sem starfa þar í ákveðin tíma, eða íslenskur frumkvöðull fer út til Evrópu og læri þar hjá fyrirtæki í viðkomandi landi. Síðan hinn 4, IP Marketplace. Ég ítreka það, í þessum tilvikum hef ég mjög litlar upplýsingar. Þarna verður opnað fyrir útboð í maí, júní. Þetta IP Marketplace snýst það að setja upp vefsíðu eða vettvang fyrir samskipti með hugverkaréttindi. Síðan Industrial Innovation Policy Related Analysis. Þetta greiningavinna og vöktun á stefnumótun nýsköpun í evrópskum iðnaði. Og þetta verður opnað fyrir útboð, það verður hugsanlega restricted, sem þeir segja, það verður ekki eins opið og það verður lokað, jafnvel fyrir ákveðna aðila, þannig að það geti bara opinber aðila tekið þátt í þessu ákveðnu tegunda fyrirtæki með eitthvað slíkt. Og þarna eins og kemur fram 3,3 milljónir budget í heildina.
Og þessi síðustu tvö, það Innovation Partnership, Water Efficient Europe, þannig stuðningu við stofnun evrópsk nýsköpunarsamstarfs vatn og rannsókn, vatn og svo líka rannsókn eða stöddi á stöðumáli í löndunum. Þarna líka nefni það að þetta geti verið restricted í framhaldinu, sami tími, opna maí-júní og svo Innovation Partnership on Raw Materials, þetta nýsköpunarsamstarf í tengslum hráefnavinnslu sem ekki byggð á orkuvinnslu eða landbúnaði og þarna verið að leita að stöddi eða rannsókn á tölum upplýsingum gæði og magn af hráefnaforða ESB. Og þarna líka restricted hugsanlega og þarna opnað fyrir júlí, september. Þannig þessu loki hjá mér, ég þakka fyrir gott hljóð, ég vona að það hafi nótur eitthvað hluti hjá okkur og þið bara ekki þá framhaldinu tala við mig og já, takk fyrir.